Yngvi, frammistaðan í kvöld, hvað segir þjálfarinn hana? Hún var bara verðskuldaði ekki sigur og bara óska Njarðvíkingum til hamingju. Það hengu inn í þessu og ég vil meina svona við höfum gefið þeim trúna að þær gætu unnið okkur. Við byrjuðum illa í fyrsta leikluta og hefðum getað náð góðri fórustu þar en bara okkur var að mislaðar hendur og því fór sem fór. Þið eru í hörkubaráttu sæti í úrslitakeppninni. Þetta var nú eitthvað svona ekki ákjósanlegt veganesti á því ferðalagi? Nei, sko þetta maður hissa, við áttum góðan leik í Hveragerði og allir á tánum og frábær leikur, svo komum við hérna á heimavöll og enn og aftur erum við bara í vandræðum með að skora okkar eigin heimavölli og það áhyggjuefni, finnst mér. Næstu 3 deildarleikir eru bara svakalega stórir, eru Snæfell, Haukar og Keflavík. Þetta KR-lið sem var hérna í kvöld, það fær ekki mikið út úr leikjunum, eða? Nei, það verður svo sem sama KR-lið en við skulum bara átta okkur á því að deildin, og það er bara hrós fyrir deildina, eins og nú vinnur Njarðvík okkur, það geta allir unnið alla og við höfum unnið Snæfell og við höfum unnið Keflavík og við höfum líka tapað fyrir þessum liðum. Þannig að þetta er enn opið, ég meina Valur tapar í kvöld, þannig að kannski við skutum okkur í fótinn en við skutum okkur ekki í hausinn, það er nokkuð ljóst. En eftir svona kvöld, þá getur þetta væntanlega bara batnað, ekki satt? Við höfum átt nokkra lélega leiki, en við höfum líka átt nokkra góða. Við þurfum að finna þennan gullna meðalveg. Mér fannst bara liðið vera kraftlaust og einhvern veginn, ég myndi ekki segja kannski áhugalaust, en það var svona eins og þetta ætti allt koma sjálfur sér. Og ég bara, frá minni frammistöðu og til leikmanna, ég ætlast bara til meira af okkur öllum og við vinnum sér lið, við töpum sér lið og við vonum bara ekki nógu góð í kvöld.